Hvað er nauðsynlegt að eiga á naglastofunni? Við erum með mikið úrval af alls konar vörum til þess að nota á naglastofunni. Ekki láta neitt vanta hjá þér. Mikið úrval af penslum og öðrum vörum sem gerir ykkur lífið auðvelt til þess að vinna og gera skemmtilega neglur. Ég heiti Lísa og við erum Magnetic. Við hefjum þátt kvöldsins á að fara yfir vörur og vökva sem hjálpa okkur að vinna hreinlega og fallega fyrir viðskiptavinin okkar. Endilega kíkjum saman á hvað má alls ekki vanta á naglastofuna ykkar. Byrjum á því að nota table towels í rúllunni. Þetta eru blöð sem við notum til þess að verja borðið ykkar. Það er plastbak á þeim til þess að passa ef eitthvað sullast þá rennur það ekki í gegn. Við erum með table towel sem eru samanbrotin og koma 50 í pakka. Þessi eru fullkomin til að draga ryk í sig og eru frábær þegar við erum til dæmis að pússa þá ofan á ryksugunni. Þau eru einnig hægt að nota undir alls konar nailart og annað þægilegt til þess að verja borði. Svo erum við með nail wipes. Nail wipes eru nauðsynleg á naglastofunni okkar. Þú getur notað til þess að þurrka á penslunum þínum, þú getur notað til þess að þurrka, draga í sig vökva, þú getur hægt alls konar skemmtilegt. Óhreinindi og vökvar súrast mjög vel ofan á. Svo erum við með brush wipes. Brush wipes notum við til þess að þurrka úr penslunum okkar, til þess að þerra burstana, ef við erum að nota powergelið og annað. Prep and wipe. Prep and wipe er mjög mikilvægt þar sem það notum við til þess að gera alls konar. Við notum það til þess að spraya í nail wipe, þurrka klistrið af yfirborði gellita og gela fyrir pússun og annað. Einnig notum við það til þess að sótthreinsa. Svo erum við með gelbrush cleaner. Gelbrush cleaner er eina varan sem má fara á hárin á gelpenslunum okkar og við notum það til þess að hreinsa penslana og sótthreinsa þá á milli viðskiptavina. Þannig eyðileggur ekki hárin í penslunum og hjálpar litnum og öllu að flæða úr hárunum. Gott er að nota brush wipe til þess að sjúga í sig umfram vökvan til þess að henda í ruslið. Til að fyrirbyggja krossmengun skiptir rosalega miklu máli að sótthreinsa allt okkar umhverfi, áhöldin okkar og borðin okkar og allt sem viðskiptavinin snertur og við sjálf. Við verðum að kanna í hverju landi fyrir sig, gilda sikkurar reglurnar það hvernig að má og á að sótthreinsa. Þannig að endilega skoða það hvernig hendar í hverjum og einu landi fyrir sig, hvað má nota. Við ætlum að sýna ykkur núna hvað áhöld er góð til þess að nota. Við erum hérna með The Cutlet sem er áhald til þess að fjarlægja dauðar húðfrumur undir naglaböndunum án þess að nota í manikúr. Hérna erum við með prep og push og eins og nafni gefur til kynna þá er þetta það sem við notum til þess að ýta upp naglaböndum og matta náttúrulega naglana samtímis. Þetta er mjög sniðugt áhald til þess að ná að matta undir náttúrulega naglinn. Nei, afsakið, undir naglaböndunum. Svo erum við með micro scissor. Þetta eru naglabandaklippur eða skæri sem eru mjög beitt og mjög góð til þess að klippa naglabönd. Svo erum við með cuticle scissors. Þetta eru naglabandaklippur. Einnig erum við með margar gerðir af naglabandaítum sem við getum notað til þess að íta upp naglaböndunum. Við eigum mjög stórt úrval af alls konar bitum til þess að pússa niður efni eða til þess að pússa náttúrulega naglana. Allir ættu að geta fundið sinn eigin bita sem hendar hverjum að einum. Kíkjum á hvað bitar er í boði. Við erum með Vortex-bitan, hann getur þú notað til þess að pússa niður efni og til dæmis þá hítar hann ekki þegar pússað eru niður blössefni. Hann er fullkominn í lagfæringu. Svo erum við með Vortex Cone. Þessi er mjög góður í að pússa niður efni einnig, alveg eins og hinn, en hann er með mjóum enda þannig að þú kemst nær naglaböndunum.
Það eru líka til keramikbitar til þess að pússa niður og mikið úrval af bitum til þess að pússa niður efni. Einnig erum við með prep-bitan sem okkar must-have biti. Þessi biti notum við til þess að ýta naglaböndunum og pússa undan þeim húðfrumur. Einnig erum við með litla prep-bitan sem við notum til þess að fjarlægja undan og þessi hentar betur ef að þið eru með mjög grófa húð. Svo erum við Precision Polishing Bit sem við notum til þess að fara undir naglaböndin, alveg undir naglaböndin og losa þau frá naglplötunni. Svo erum við með manicure bitan til þess að slípa húðina og passa að öll dauð húð fjarlægist og fari og skilji eftir fullkomið glóandi útlit. Svo erum við með kúlurbitan, hann samskonar biti og vorum að skoða áðan nema í kúluformi og hægt að nota í sama tilgangi til þess að mýkja húðina í umhverfis nöglina. Svo erum við með expertbitan medium, við notum hann til þess að forma nöglina og pússa til bygginguna, hann mjög góður til þess að laga til álagspunktin og láta gelið deyja út við náttúrulegu nöglina. Einnig erum við með grófan prep-bita, expertbita sem við notum til þess að pússa undir lausuröndina ef að það þarf að fjarlægja umfram efni undir lausuröndinni. Auðvitað eigum við alls konar geymslublokks og standa til þess að geyma bitana okkar á milli þess sem við notum þá. Ótrúlega skemmtilegt og þægilegt í notkun. Í þessu mánuði erum við með 20% afslátt af öllum okkar vörum sem eru mest notaðar á naglastofunni. Endilega kíktu á heimasíðuna okkar til þess að sjá frekari upplýsingar um þetta og ef þú vilt sjá einhverjar upplýsingar framhaldsnámskeið eða annað. Næst ætlum við að tala þjalir og allar okkar mismunandi þjalir. Við erum með einnota þjalir og fjölnota þjalir. Byrjum á því að tala emiri þjölun okkar. Þetta þunn þjöl með trémiðju sem mjög þægileg. Einnig erum við með 220 gritan þjöl sem eina þjölin sem á snerta náttúrulega nögluna. Við erum aldrei fara með hærra en 220 grit á náttúrulega nögluna. Við erum með einnota þjalakerfi þar sem að þú fjarlægir litla filmu af bakinu og getur límt á þjalirnar. Þetta 340 bufferinn okkar sem hægt að fá í einnota. Hægt að líma hann á stálmiðju eða plastmiðju. Svo erum við auðvitað með hvíta gamla góða kubbinn sem allir þekkja, sem mjög þægilegur. Einnig erum við með buffer, fullkominn buffer, smooth operator fyrir stálmiðju eða plastmiðju. Best að nota hann á plastmiðju. Mikilvægasta áhaldið á naglastofunni auðvitað penslar. Penslar skipta mestu máli. Góður penslill gulli betri. Að undirbúa nýjan pensil. Við byrjum á því að fjarlægja steininguna úr hárunum og þetta gerum við bara með því að rúllunum á brush towel. Einnig getum við notað skaft á öðrum pensli eða trépina til þess að dusta litlu rykkornin úr penslinum og við viljum vera alveg viss að við séum búin að fjarlægja alla steininguna á hárunum. Ef þetta gelpensill, þá notum við gelbrush cleaner til þess að hreinsa restina af ögnunum úr penslinum. Bara förum við og dýfum honum örlítið ofan í hreinsin. Og þurrkum auðvitað svo úr honum og pössum að setja hann aftur í gamla formið sitt. Tilbúin í notkun. Við erum með 3 mismunandi tegundir af gelpönslum. Við erum með skáskorinn, óval og þverskorinn. Við erum með nokkra tegundir af akryl- eða powergelpenslum og það aðalmunurinn hversu langur hann og hversu mjór oddurinn Við erum með margar tegundir af skrautpenslum. Detail-settið must have, ótrúlega fallegt. Svo erum við með alls konar powergelpensla, alls konar skrautpensla.
Við erum með click-on-pensla sem að klikka á svona álstand eða járnstand og geta hangið þar, sem er mjög þægilegt. Einnig erum við með rhinestone skrautpensla sem eru rosalega fallegir og smá augnaglingur. Svo erum við með alls konar penslatöskur og penslabox. Þetta er nýja penslataskan okkar sem hægt er að geyma penslana í. Einnig er hægt að láta hana standa upprétta, þannig að penslarnir standa upp úr og eru auðvelt að kippa í þá. Í þessum mánuði er 20% afsláttur af öllum nauðsynjavörum stofunnar. Endilega kíktu á heimasíðuna okkar til þess að sjá hvað er í boði og sjá úrvalið. Einnig getur séð allar upplýsingar okkur og hvað er framundan hjá okkur á heimasíðunni. En annars vona ég bara að hafa haft gaman að þessu hjá okkur í dag og vil ég endilega að þú verði með okkur í næsta þætti þegar við förum yfir Rubber Base. Ég heiti Lísa og við erum Magnetic.